Þessi þáttur er í boði heimsenda fjölskyldunar sem er besta fjölskylda í heimi og það eru fjóri loftsteinar. Þorgeir Pálsson, Óskar Kemp, Discover True North og ein skilaboð til alheimsins. Stormar fá eikur til að skjóta dýpri rótum. Þetta er, afsakið, þetta er eina festan í mínu lífi fyrir utan það að heiminin er blár stundum. Þetta er ok, þetta er auglýsing. Við skulum halda dampi hérna, þetta er auglýsing. Þannig að þetta er fólkið sem styður mig á Patreon. Og hér kemur þáttur dagsins, gjörðu það svo vel. Já, gott fólk, verið velkomin í þátt númer 124. Þessi þáttur og þetta er hlaðvarpið Heimsendir sem heilsar hér frá Breiðholti í fyrsta sinn frá Breiðholti. Það er bara eitt besta holtið á landinu, myndi ég segja. Sko, þessi þáttur átti að heita Rætt er um vinnu og peninga. Mér fannst það eitthvað skemmtilegt. Rætt er um vinnu og peninga. En ég held ég skýran frekar lífið á Íslandi bandstrygg, barneignir, vinna og peningar, eða barneignir, vinna og fjármál, eitthvað þannig. Þetta verður smá svona heimsendir says it all eða tells it all. Þetta er smá svona heiðarleika þáttur eða hreinskilnis þáttur öllu. Við erum að fara að segja hérna alls konar leyndamál varðandi barneignir, vinnu og fjármál en það er bara gaman. Við skulum ekkert hafa þetta neitt of langt. Ég ætla að byrja á smá staðsetningu og það fjallar svolítið að vera faðir og við erum í raun að fara beint inn í umræðefni dagsins. Þetta er svona smá millibils ástand á okkur hérna í heimsendi af því að við erum ennþá að leita að föstu stúdíói með loftkælingu. Mér er mjög heitt en það er fínt, ég elska sánu. Barneignir og hvernig er það að vera faðir og hvernig er það að vera faðir án orlofs. Barneignir eru góðar, það að vera faðir er frábært, yndislegt. Margir myndu segja eitthvað svona nú byrjar lífið. Ég er nú ekki sammála því, mér finnst að lífið byrjar bara við fæðingu og nú byrjar kannski nýtt líf fyrir viðkomandi sem fæðist en það er frábært að vera pabbi. Að vera pabbi án orlofs er ekki eins frábært. Það er alveg smá brekka, það er smá áskorun. Það er í raun bara mikil áskorun að vera faðir án orlofs. Og af hverju er ég faðir án orlofs og hvað á ég við með því? Ég á náttúrulega við með því að við Sérinn kona mín erum ekki í fæðingar orlofi. Við erum ekki með fæðingar orlof hvorki frá japanska ríkinu né íslenska ríkinu. Af hverju ekki frá japanska ríkinu? Það er einfaldlega vegna þess að kona mín var í námi þegar við eignuðumst son okkar og námsmenn eiga ekki rétt á fæðingarorlofi í Japan. Takk fyrir það, Fumio Kishida. Og ég var verktæki og er ennþá og verktakar eiga ekki heldur rétt á fæðingarorlofi. Nei, Japanir vilja bara hafa þetta mjög ferkantað og skýrt. Þú vinnur hjá stórfyrirtæki, þú mætir klukkan 7 á morgnana, þú ferð klukkan 7 á kvöldin og þú eignast ekki börn, en ef þú eignast börn, þá færðu fæðingarorlof. Allt annað fær ekki fæðingarorlof. Takk aftur fyrir það, Fumio Kishida. Á Íslandi er þetta miklu auðveldara. Við náttúrulega bjuggum ekki á Íslandi og höfum ekki búið á Íslandi síðustu 2 ár, þannig að eðlilega eigum við ekki rétt á fæðingarorlofi hér heldur. Við fáum einhverja barnabætur frá Japan, það er 15 skall á mánuði, það er nóg til að kaupa 20 miða kort í sund, sem er fínt. Það reyndar situr inn á japanskum bankareikningi akkurat núna og ég get ekki hreyft við því fyrir inn í september þegar ég fer til Japan. Og síðan kom einhverja barnabætur á Íslandi eftir árið, á næsta ári. Þetta er ekkert vandamál, gott fólk, og þetta eru allt áskoranir sem hægt er að takast á við. Þetta er allt verkefni sem hægt er að læra af. Þetta er bara, svona er bara lífið.
það þarf ekkert að missa svefni yfir þessu. En ég ætla að deila samt með ykkur hvernig það er að vera faðir án orlofs, og það er í raun þannig að við sérinn þurfum þá bara að vinna. Og nei, ég get ekki unnið heima með son minn. Ég gat að þegar hann var 5 kíló, 6 kíló, þá gat ég hengt hann utan á mig eins og kenguru afkvæmi og unnið í 12. Ég get það ekki lengur, hann er 8 kíló og það bara, það fer bara í bakið á mér að vera með hann lengi á mér. Þannig að við erum bara búin að komast að þessu grunnskilyrði eða þessari grunnreglu sem margir foreldrar geta kannski tekið til sín, og það er í raun það að þegar hitt foreldrið er að vinna, þá er maður bara í fullri vinnu með krakkan. Það þýðir ekki að reyna að gera eitthvað annað, það þýðir ekki að reyna að vera að svara einhverjum e-mailum eða klippa eitthvað myndband eða taka podcast, God forbid, svo ég sletti. Nei, ég er búin að gera lista yfir hvað er hægt að gera með barni og hvað er ekki hægt að gera með barni, og við skulum skoða þann lista núna. Og fyrir ykkur sem haldið og haldið það kannski réttilega og hafið tekið eftir því að ég er að tala mjög hratt og ég er einhvern veginn svona, það er einhvern veginn hár blóðþrýstingur sko í gangi. Það er alveg rétt hjá ykkur. Ástæðan er svo að ég er sko að fara á fund eftir sko 10 mínútur, þannig að ég þarf að taka þennan þátt upp í 2 lagi og ég er svona aðeins að reyna að púsla þessu öllu saman. Ég er að fara á sko 2 fundi í dag, þeir eru báðir einhvern veginn húsfélagsfundir og það eru verstu fundinir af því að þú færð ekki borga fyrir þá fundi, en þetta er eitthvað sem þarf að gera. Ok, hvað er hægt að gera með barni? Það er hægt að hlusta á podcast, og þið sem eru verðandi foreldrar, þið eru að fara að hlusta á mjög mikið podcasti, og það er svona sérstaklega gaman að gera það þegar maður er í göngutúr, og nei, þá má ekki nota sko noise cancelling headphone eða headset eða hvað það heitir. Það má ekki nota hljóð einangrandi heyrnartól. Það er hættulegt, þú ert í göngu með barnið, þú vilt vera með athygli og sjá komandi umferð og hvaðina. Það er nú samt hægt, og sérstaklega þegar viðrar vel, að fara út með krakkan í kerru, labba í klukktíma, hlusta á gott podcast og sko, ég segi ekki drepa tíman, en þið vitið, þetta er eitthvað sem er mjög gott að gera, þetta er aktíft og smá hreyfing og eitthvað svona. Sömuleiðis getur þú farið í bíltúr. Þetta eru báðar góðar leiðir til að svæfa sum börn, ekkert endilega son minn, hann er svo forvitinn blessaður, hann sofnar ekki mikið. Hvað er þetta að gera með barni? Það er hægt að laga sér kaffi. Það er hægt. Er hægt að elda stóra máltíð? Nei, ekki endilega, ekki nema sko barnið sofi kannski meira en klukktíma samfleytt, en það er hægt að laga sér kaffi og svona. Faktist séð er hægt að glápa á sjónvarpið, skilur, en þú veist, maður vill hafa barnið með sér, og ég nenni ekki að sonur minn sé að svona horfa út undan sér á það sem ég er að horfa á í sjónvarpinu, ekki að það sé eitthvað hryllilegt, en ég er til dæmis núna að horfa á heimildaseríu kjarnorkuvopn og kaldastríðið. Ég er kannski ekki alveg til í að inceptiona það sko inn í 6 mánaða heila. Hvað er fleira hægt að gera? Það er hægt að hitta vini í kaffi stundum, það er náttúrulega fer eftir hvernig þið liggur á, og sérstaklega þá barnavini, og ég ætla að reyna að gera meira þessu, að bjóða fólki heim og fara út í bæ og hitta fólk sem á börn, þannig að krakkarnir geta kannski eitthvað aðeins leikið sér saman og við fullanda fólki getum drukkið kaffi. Þetta er allt sem er hægt að gera með barni, en hvað er ekki hægt að gera með barni? Hér kemur það. Það sem er ekki hægt að gera með barni er að stunda jóga. Jú, þú gætir mögulega gert það, en ég hef ekki náð því, þið vitið. Það er ekki auðvelt. Þú getur ekki gert það á meðan barnið er vakandi, eða svona ómögulega, ég meina hvað á krakkinn að gera á meðan. Sko, reyndar aðhyllist ég þá hugmyndafræði að
verja svona mjög nánum tíma með barninu annars vegar og vera síðan svolítið til hliðar og leyfa honum svolítið að svona dunda sér í einhverju leikfangi hins vegar. Ég held að það sé mjög gott sko, að maður sé ekki alveg ofan í krakkanum allan tíman. Þú vilt kannski gefa krakkanum smá færi á að átta sig á því, nú er ég kannski bara einn, nú er ég svolítið bara að skoða heiminn í kringum mig og allt það. Þannig að mögulega væri hægt að stilla jógadínu einhvern veginn svolítið frá og vera í jóga, en þið veitir, í jóga og öllu svona, þá langar manni að hafa fulla athygli á það sem maður er að gera, mann langar að slaka á og svona, og það er ekki alveg hægt þegar krakkin er vakandi, það væri mögulega hægt þegar hann er sofandi, en ég ætla samt að setja þetta í ekki hægt flokkin. Hvað er annað ekki hægt að gera? Vinna, þú veist, það er bara, hvaða vinnu á maður að vinna? Þú getur hringt símtöl, kannski, þú getur skrúa saman IKEA skrifborð eða eitthvað, en þú veist, þú ert ekki að fara að klippa, þú ert ekki að fara vinna eitthvað sem krefst mikillar athygli, það er bara ekkert gaman að reyna að vera að vinna eitthvað þegar þú átt að vera að passa krakkan, það er bara ekki gaman. Þannig ég mæli með að sleppa því algjörlega. Ég meina, þú gæti mögulega yfir kaffibollanum á morgnana þegar krakkin er eitthvað aðeins að dunda sér, þú veist, verið að skrifa eitthvað í dagbók eða svona dunda þér aðeins, en ekki svona almennileg vinna. Það er ekki hægt að byrja á verkefni sem tekur meira en klukkutíma í framkvæmd. Þú getur ekki byrjað að mála 4 veggi, þú veist, þú getur ekki byrjað að mála herbergi. Þú getur ekki byrjað á því, það er bara, þá verður það hálfmála herbergi, sko, og svo þotnar það og þú gleymir því hvar þú varst að mála og það fer allt í kleinu. Og þú getur ekki tekið almennilega til, það er líka sama, þú veist, af því að þegar ég tek til, þá byrja ég á að rusla til eða drasla til, þá byrja ég á að rífa allt sem þarf að skipuleggja, organisera og flokka út á gólf og síðan byrja ég. Þannig að ég fíla ekki að taka svona smá til hér og þar, ég fíla bara að sprengja þetta allt upp og setja það síðan á sína staði. Það er ekki hægt þegar krakkin er heima, sko, eða þú veist, ég meina þegar þú ert með barnið og þinni ábyrgð, það er bara ekki hægt, sko. Þannig að við erum búin að komast að þessari grunnreglu sem ég held að sé nú bara nokkuð góð, að þegar kona mín vinnur, þá er ég heima með barnið, með krakkan og veiti honum fulla athygli. Þegar býtum við heilaþoka, þegar að ég er að vinna, þegar kona mín er heima með krakkan, þá er ég að vinna. Þegar ég er að vinna, þá er kona mín heima með barnið. Og þetta er bara 100%, 50% skipting. Þetta er bara algjörlega skipt til helminga. Ég er reyndar að vinna fleiri daga og það er bara fínt. En þegar hún vinnur, þá er ég heima. Þegar ég vinn, þá er hún heima. Bara bím, bara búm.